sem umræðum afgreiðslutíma tillögum og fyrirspurnum að beiðni borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina og málshefjandi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi. Loksins. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég held það áfram þar sem frá var horfið á það. En ég byrja bara på nýtt. Ég vil sérst byrja á því að útskýra af hverju við hjá Framsóknarflugvöllurinn viljum að taka þetta mál upp hérna í borgarstjórn fyrir opnum dyrum en ekki til dæmis inn á fundi borgarráðs. Þar sem við fluttum þegar tillögu sambærilegs efnis 14. janúar 2016. Ástæðan er svo að borgarstjórn hefur miklu eftirlitshlutverki að gegna lögum samkvæmt og það áréttað í stjórnsýsluúttekt á stjórnartíð Reykjavíkurborgar frá því í apríl 2013. Og ég tel sem sagt að eins og málum háttað þá sé rétt að borgarstjórasalurinn sé rétti vettvangur til þess að ræða það með lausnamiðuðum hætti hvernig við getum náð því enn frekar og enn betur að sinna eftirlitshlutverki okkar. Og það auðvitað alkunna að borgarstjórn vísar oft málum annað, til dæmis til starfshópa eða ráða, sem að almennt tel ég að sé ekki mjög markviss stjórnsýsla, þegar að horft út frá eftirlitshlutverki borgarstjórnar. Borgarráð fundar jafnan einu sinni í viku og fer með framkvæmdastjórn Reykjavíkurborgar og fjármálastjórn að því leyti sem þau mál eru ekki falin öðrum. Og borgarráð hefur umsjón með stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og fjármálastjórn og undirbúr fjárhagsáætlanir og sér ársreikningar Reykjavíkurborgar séu samdir reglum samkvæmt. Eitt af hlutverkum borgarráðs er að hafa eftirlit með stjórnsýslunni og þar eru teknar fjölbreyttar ákvarðanir sem varða fjármál borgarinnar, svo sem samninga kaup og sölu eigna, einstaka styrkveitingar, breytingar á fjárhagsáætlunum innan fjárhagsársins og eftirlit með framkvæmd fjárhagsáætlunar. Skipulagsmál, framkvæmdir og verkefni eignasjóðs eru einmitt líka hluti af verkefnum borgarráðs. En hvernig birtist á eftirlitshlutverk borgarráðs gagnvart stjórnsýslu Reykjavíkurborgar? Jú, það birtist fyrst og fremst með fyrirspurnir borgarráðsmanna einstök mál. Og því eru lagðar fram, leggja kjörnir fulltrúar fram fyrirspurnir á fundum borgarráðs. Auðvitað hérna í borgarstjórn líka í þessum sal hlutverk okkar að hafa eftirlit og þar af leiðandi líka með störfum borgarráðs. Og því til staðfestingar þá eru auðvitað lagðar fram fundagerðir borgarráðs hérna fyrir borgarstjórn til kynningar. En það einungis bókað í borgarstjórnum einstaka liði fundagerðar eftir þarna staðfestingar lögum samkvæmt. En við sem hér sitjum vitum mæta vel að umræðum einstaka liði í fundagerðum borgarráðs á fundum borgarstjórnar eru hverfandi. Þetta er mjög sjaldan sem við komum hérna upp í pontu og förum að tala eitthvað mál sem þegar hafa verið rædd í borgarráði. Og ég get nú nánast fullyrt að til dæmis enginn og sitjandi meirihluta hafi nokkru sinni farið upp í umræður undir fundagerðar borgarráðs til þess að ræða þar eða spyrjast frekar út í einstaka liði og það að verða liðin 3 ár á þessu kjörtímabili. En af því að þetta eina tæki sem að kjörnir fulltrúar hafa til að sinna eftirlitshlutverki sínu, það að segja fyrirspurnirnar, þá hlýtur að skipta miklu máli að svör við fyrirspurnunum berist nokkuð fljótt. Upplýsingar eru jú forsenda þess að hægt sé að framkvæma eftirlit. Á eftirlitshlutverki aðeins að vera í höndum minnihlutans í borgarstjórn, eftir atvikum þá eða í borgarráði, þegar að haft í huga að borgarstjórn fjölskipað stjórnvald. Aðgangur að skjalakerfi, gagnageymslum og vistunarkerfi borgarinnar hefur komið til umræðu í þessum sal áður. Og þá hefur ekki aðeins talað aðgang borgarbúa á gögnum heldur einmitt aðgang okkar kjörna fulltrúa að gögnum og upplýsingum. Út frá þeim fundagerðum sem ég hef skoðað frá upphafi þessa kjörtímabils er ljóst að fulltrúar meirihlutans leggja ekki fram fyrirspurnir heldur aðeins fulltrúar minnihlutans. Og því vaknar óneitanlega svo spurning hvort að aðgengi meirihlutans upplýsingum sé svo miklu mun meira en minnihlutans að þeir telja ekki þörf á að sýna í verki hvernig eftirlitshlutverkið er virt.
En í þessu samhengi mikilvægt að skoða úttekt innri endurskoðanda málefni ferðaþjónustu fatlaðra, en þar var einmitt kveðinn áfellisdómur yfir í raun öllum kjörnum fulltrúum, jafnt í meiri og minnihluta, að hafa ekki sinnt eftirlitshlutverki sínu með gegnsæjum og opinberum hætti. Í stjórnsýsluúttekt frá árinu 2013 segir með leyfi forseta, tilvitnun hefst: Sjá má jafnframt í fundargerðum borgarráðs að í fjölmörgum tilvikum málum sem eru til umfjöllunar vísað til fagráða, annarra nefnda, verkefnisbundinna stýrihópa eða starfsmanna borgarinnar. Þá ýmist að ræða mál vísað til umfjöllunar, umsagnar og afgreiðslu. Ekki verið síðan slíkum málum sé sérstaklega fylgt eftir af hálfu borgarráðs nema helst ef fram eru lagðar fyrirspurnir einstakra borgarráðsfulltrúa afdrif tiltekinna mála. Að mati úttektarnefndarinnar tilefni til að eftirlitshlutverk borgarráðs verði eflt hvað þetta varðar, tilvitnun lýkur. Það nefnilega þannig að þegar lagðar eru fram fyrirspurnar í borgarráði þá þeim frestað og á því fullur skilningur. En það í raun og veru algjörlega á valdi meirihlutans hvert síðan vísa til umsagnar. Og við kjörnir fulltrúar reynum auðvitað að fylgjast með embættisafgreiðslum skrifstofu borgarstjórnar, en í embættisafgreiðslunum fyrir þá sem ekki vita þar kemur fram hvert málunum vísað. En nú það svo að sumar fyrirspurnir virðast svolítið svona daga uppi. Og á fundi borgarráðs 14. janúar 2016 var lögð fram tillaga Framsóknar og flugvallarvina sem var svohljóðandi með leyfi forseta, tilvitnun hefst. Lagt til að borgarráð samþykki að beina því til forsætisnefndar að vinna tillögu að breytingum á samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarstjórn borgarstjórnar. Þess efnis að fyrirspurnir borgarráðsfulltrúa skuli svarað á næsta fundi borgarráðs nema gagnaöflun sé svo viðamikil að lengri tíma þurfi til að svara þeim. Sé fyrirspurn enn ósvarað á fundi borgarráðs 2 vikum eftir hún var lögð fram skal leggja fram skriflegar skýringar hvers vegna það þurfi lengri tíma til að svara henni. Tilvitnun lýkur. Þessu máli var frestað og ekki að sjá að fundargerðum að þessi tillaga hafi verið afgreidd. Við getum síðan alveg rætt það, hefum alveg getað rætt það okkar á milli, hvað kannski eðlilegur viðmiðunartími sem við viljum hafa í afgreiðslunum. Og ég get alveg tekið undir það, til dæmis þessi tillaga frá janúar, hún mjög þröngu stakku skorin, en það þá kannski hlutverk forsætisnefndar ef að áhugi væri fyrir að taka þau upp hvaða viðmið við viljum hafa. Og kannski ekki síst líka að horfa til verkferla hjá sem að stjórnkerfis- og lýðræðisráðherra að setja. Og nú það þannig að á síðustu 3 árum þá höfum við hjá Framsóknar og flugvallarvinum í einhverju tilvikum með Sjálfstæðisflokknum lagt fram eftir því sem ég kemst næst 84 fyrirspurnir í borgarráði. Þar sem að meðaltal svartími eru 8,2 vikur eða 56 dagar. Og þá ég ekki að taka tillit til þess að svo virðist, og með þeim fyrirvara að ég hef verið að vinna þetta allt saman sjálf, þessi gögn, að þá einhver tilvikur það sem ennþá ósvarað fyrirspurnum. Og lengsti svartími fyrirspurna var 39, 38, 35 og 32 vikur í 4 tilvikum sem náttúrulega mjög mikið, og á því eru eflaust einhverjar skýringar, en þó ekki hægt að líta fram hjá því að maður hefur svona áhyggjur af því það sé verið að stjórna þessu einhver hluta vegna svona einhvern veginn pólitískt. Hvað var það tillögur sem lagðar fram í borgarráði, þá sýnist mér að við höfum lagt fram rúmlega 50 tillögur á þessum tíma, það frá 16. júní 2014, og meðal afgreiðslutími þeirra 9,1 vika. Reyndar þessi skekkir myndina ein tillaga jafnlaunavottun, hún var óafgreidd í 83 vikur, þannig að ef ég tek hana út þá erum við nú samt á svipuðu róli og með hitt, svona 7,6 vikur að meðaltali. Og mér finnst þessi tími vera of langur. Það var þannig að í stjórnkerfis- og lýðræðisráði að þá tók ég nú sæti þar árið 2015 held ég, og lagði fram fyrirspurn sem var til þess að það var skoðaður meðaltal svartími ráða þegar að koma tillögum. Og því bréfi var svarað 16. október 2015 og
mjög vel unnið og vel útfært. En það til dæmis hjá öðrum ráðum heldur en borgarráði, reyndar umhverfis- og skipulagsráð svaraði ekki þarna inni, en þá var sem sagt 22 dagar sem var meðal svartími á tillögum. Og fyrirspurninnar voru reyndar lengur, þar voru að meðaltali 58 daga eða 8 vikur og það svona flútti þá það sem við erum í borgarráði. Ég held að við hérna í borgarstjórn í dag þurfum að spyrja okkur að því hvað sem við teljum að sé eðlilegur svartími ráða og nefnda. Ég hef engan áhuga að fara hérna og í einhver að munnhöggvast við meiri hlutan eitthvað sérstaklega það að við séum ekki að reyna að gera eins vel og við getum. En þetta kannski bara svona framtíðarmúsíkin sem við viljum spila. Og ég held að það verði að vera tryggt að geðþóttar ákvarðanir og pólitískur skoðanaákvarðningu sé ekki ástæða þess að svör berist seint eða illa eða tillögur séu afgreiddar hreinlega eftir hentugleika. Því var það upprunalega hugmynd hjá okkur Framsókn og flugvallavinum sem við viljum velta hér upp í borgarstjórnarsal og fá kannski umræðu sem tillaga eða hugmynda ákveðnu verklagi sem með þeim hætti að það haldið utan ósvara fyrirspurnir og óafgreidda tillögur og það væri svona stöðuskjal í embættisafgreiðsluskjalinu sem lagt fyrir borgarráð í hverri viku. Þannig að þá getum við séð alltaf hvar málið stað. Við vitum alveg að starfsmenn skrifstofunnar að senda ítrekanir þegar þetta fer í umsagnir, en við sjáum það ekki í embættisafgreiðslunum hvort það séu ítrekanir. Og þá getum við séð hvar það í umsagnarferlinu og hvað það hefur verið þar lengi og ég held svona fylgt á málunum betur eftir. Meirihlutinn hefur kallað eftir umræðum og samráði og það þess vegna sem þetta mál sett inn á dagskrá. Við spyrjum því hvernig hægt að gera þetta betur og við hefum komið hérna með hugmynda að lausn sem felst í nánari útfærslum og embættisafgreiðslum skrifstofu borgarstjórnar. En spurningin hvernig meirihlutinn taki hana kannski hvort að borgarfulltrúar og meirihlutans hafi aðra hugmynd sem við getum unnið út frá. Takk fyrir. Þá Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og næstur tekur til máls Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Byrja að óska Heiðbjörgu Hilmisdóttur til hamingju með afmælið og ánægjulegt að sjá að hér tímavarsla aftur komin í lag. Aðeins ábóta á vanda síðasta fundi. Það vel. Já, við ræðum hér afgreiðslutíma tillagna og fyrirspurna. Beiðni borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina. Mál sem var frestað hér. Þessar umræða var frestað hér á síðasta fundi borgarstjórnar. Vegna þess hve mörg mál voru til umfjöllunar þá. Og þetta hlutir sem þetta getur gerst, að þurfa að fresta málum vegna mikils álags og þannig var það í þessu tilviki. Það var reyndar ekki að beiðni meirihlutans, það var gert að beiðni þeirra sem óskuðu eftir umræðunni sjálfra. Eins og kom hér fram í máli borgarfulltrúa Sveinbjörgar Birnu Sveinbjörnsdóttur þá það að nokkru leyti huglægt mat hvað svona á að taka langan tíma, hversu langan tíma á að taka að afgreiða tillögur og fyrirspurnir. Það alveg
alveg rétt sem hér kom fram að þetta eru einungis fulltrúar minnihlutans sem að leggja fram fyrirspurnir yfirleitt í borgarráði og að þegar ég best veit öðrum ráðum fagráðum líka. Og þær tillögur sem hér ræðir eru einnig í öllum tilvikum tillögur fulltrúa minnihlutans. Það er auðvitað þannig að tillögur sem að meirihlutinn ber upp, það eru líka oft, eða stundum í það minnsta, þeim er frestað vegna aukinna gagnaöflunar eða annars slíks en það eru ekki inn í þeirri tölfræði sem við erum í raun og veru að fara að fjalla hér að einhverju leyti. Eftir því sem ég best veit þá hefur Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi undir höndum. Það er tölur sem að segja til afgreiðslutíma fyrirspurna og tillagna árið 2016 í borgarráði. Þannig að það er kannski, má segja að borgarfulltrúin hafi nú ekki alveg einn þurft að grafast fyrir hvernig þessum málum er háttað. Þannig er að 76 fyrirspurnir voru bornar upp í borgarráði 2016 og afgreiddar hafa verið 60, 16 ekki. Afgreiðslutíminn er að meðaltali 60 dagar og það sem er afgreitt að jafnaði eftir 2 mánuði er 68% og svo eftir 3 mánuði 80 eða tæp 90%. Þannig að þetta er nú svona, þetta er huglægt mat hvort að þetta er ásættanlegt eða ekki. Varðandi tillögur, þá eru það 94 tillögur sem að koma fram á þessu ári, 2016. Afgreiddar voru 81 og það voru 79% tillagna afgreiddar eftir 2 mánuði og síðan eftir 3 mánuði eða það semst fer í tæp 90% það sem er afgreitt eftir 3 mánuði. Og þarna eru vissulega einhverjar tillögur sem að hanga nokkuð lengi. Það getur vel verið að það sé á einhvern hátt þörf á að leggja aukinn þunga í afgreiðslu á tillögum og fyrirspurnum og það er auðvitað þannig að það er mjög misflókið að eiga að vinna þessi mál. Við erum eins og öll að vilja gerð til þess að þetta sé gert eins vel og hægt er og embættismenn sem auðvitað vinna vinnuna í þessu, þar að segja afla gagnanna fyrir okkur, þeir auðvitað gera sitt allra besta í þessu en ágætt að fá brýningu annars slagið. Þorri fyrirspurna og tillagna er afgreiddur innan mjög eðlilegra marka að mínu mati og þó að í einstaka tilvikum dragist vinnslan meira. Það gilda engar sérstakar reglur borgarráð, það er öll fagráð í sjálfu sér undir sömu sökina seld. Það var vitnað hér til minnisblað sem var lagt fram svar við fyrirspurnum afgreiðslutíma í stjórnskipunar- og lýðræðisráði 2015. Þar kemur fram að meðaltími meðalafgreiðslutími er 32 dagar í skóla- og frístundaráði, 33 í velferðarráði, 14 í íþrótta- og tómstundaráði og 19 í stjórnskipunar- og lýðræðisráði. Tillögurnar sem að þarna koma fram á þessum tíma 16.7.2014 til 15.7.2015 eru 74 sem er nokkru lægra en bara það sem á við borgarráð. Þá er ég að tala samanlagt í öllum þessum ráðum.
Þannig að menn sjá umfangið þetta af því sem verið að afgreiða úr borgarráði er umtalsvert. Nú eins og kom hér fram, þá fundar borgarráð einu sinni í viku og það eru svona meðaltali 30-50 mál á dagskrá. Það koma svona jafnaði 3 til 6 tillögur eða fyrirspurnir frá borgarráðsfulltrúum minnihlutans fram á hverjum einasta fundi og það engar efnislegar takmarkanir á því, eingöngu það að málið sé á verksviði Reykjavíkurborgar með einhverjum hætti. Málum komið í farveg að lokinni framlagningu eins fljótt og auðið ýmist óskað umsagna tillögur ef að fulltrúar telja sig þurfa frekari gögn til að taka afstöðu til mála og óskað svara við fyrirspurnum eða í sjálfu sér óskað eftir annarri vinnslu frá fagsviðum eða einstökum skrifstofum sem málin kunna heyra undir. Það sem að var vitnað til hér einnig að upplýsingar málsmeðferð alltaf lagðar fram á fundi borgarráðs, í raun og veru næsta fundi eftir að tillagan kemur fram, afgreidd og þar hafa borgarráðsmenn borgarráðsfulltrúar færi til þess að gera athugasemdir. Málum vísa formlega til frekari meðferðar eða umsagnar og jafnaði veittur 21 dagur til að skila svari. Nú ef ekki unnt að afgreiða málin innan þess frests, þá óskað eftir því að þeir sem hafa verið beðnir upplýsingarnar eða eru með málið í vinnslu að þeir upplýsi hvernig á því standi að það var dráttur á afgreiðslunni, ástæður og síðan væntanlega tímasetningu endanlegra skila. Og hafi svör síðan ekki borist innan tilskilningsfrests, þar að segja þess sem var uppgefið, að þá erindið ítrekað reglulega þar til svör berast. Stundum daglega, stundum vikulega, allt eftir hvað við á, en punkturinn hér að það ítrekað mjög reglulega og gengið eftir þessum svörum. Þannig að og það eru embættismenn sem annast þetta og gera það með mikil prýði. Það gert ráð fyrir að mál sem heyra undir fagsvið taki heldur lengri tíma í afgreiðslu en 21 dag. Fresturinn miðað við að það þurfa að leggja umsögn eða svar fyrir fund fagráðs og þau funda ekki eins oft á borgarráð, ekki vikulega, jafnaði hálfsmánaðarlega. Það gert ráð fyrir að skrifstofur sem afgreiða mikið af málum á borgarráði og heyra beint undir ráðið eigi að jafnaði geta afgreitt mál á 21 degi eða skemmur. Þetta eru þá í flestum tilvikum þær skrifstofur sem hér ræðir eru skrifstofu eign- og atvinnuþróunar, fjármálaskrifstofu, skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Áætlaður meðaltími afgreiðslu þessara skrifstofa rúmir 60 dagar á þeim erindum sem beint til skrifstofa eign- og atvinnuþróunar, 25 dagar á erindum sem beint til fjármálaskrifstofu og 50 dagar á erindum sem beint til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Þess ber hins vegar að geta að í sumum tilvikum eru þessi erindi mjög umfangsmikil og þarf þó nokkuð tíma í gagnaöflun og vissulega það þannig að þetta fólki sem að vinna svör og vinna þær upplýsingar sem þarf. Það auðvitað fólk sem með fleira á sinni könnu, en þetta þó í, myndi ég ætla, mjög háum forgangi.
Ég geti nefnt hér svona dæmi fyrirspurnir sem að auðvelt að svara eða flókið, til dæmis fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina 47 íbúðir sem félagsbústaðir keyptu á Íbúðalánasjóði, lögð fram í borgarráði 14. janúar 2016. Svar borgarstjóra sem var unnið með fulltingi félagsbústaða lagt fram á fundi borgarráðs 28. janúar. Svar raun dagsett 27. janúar þegar gögn eru send út. Þarna líður ekki langur tími. Flóknara mál geti verið til dæmis breyting á viðmiðum skilgreining á fruminnherjum, lögð fram á fundi borgarráðs 11. ágúst 2016. Þar aflað umsagna frá innri endurskoðun, fjármálaskrifstofu, stjórnkerfis- og lýðræðisráði og þær að berast í september og október mánuði. Tillagan svo afgreidd, í raun felld á fundi borgarráðs 3. nóvember og þar vísað í umsagnir. Þannig að þetta eru dæmi sem að ég tíni nú til svona hversu mismunandi mál við getum verið að fjalla í þessum fyrirspurnum eða tillögum. Varðandi eftirlitið að þá það, ég tek nú ekki kannski undir það að það sé sem sagt fyrst og fremst með fyrirspurnum borgarráðsfulltrúa sem að við getum sinnt eftirlitshlutverki okkar. Mér finnst það ansi þröng skilgreining ef ég segi alveg eins og og þá þetta gefið í skyn að fulltrúa meirihlutans sinni engri eftirlitsskyldu því að það engar fyrirspurnir sem berast frá þeim með þessum hætti. Þannig að ég alls ekki sammála þessari sýn og þetta langt í frá eina tækið sem að borgarfulltrúar hafa til þess að sinna eftirlitshlutverki. Það sem að við getum auðvitað velt fyrir okkur í þessum efnum sko hvernig hugsum við þetta? Það að segja að þetta þarf auðvitað mannskap til að afgreiða þetta og ég reyndar verð ég nú að segja, hér hafa komið til dæmis fram tillögur, allavega viðraðar hugmyndir, borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina að hér eigi að fækka stórlega starfsfólki í miðlægri stjórnsýslu og það harmonerar ekki algjörlega við þá hugsun að það eigi að afgreiða fyrirspurnir og tillögur þeirra mun hraðar en gert Hins vegar velti, af því að þetta á nú að vera uppbyggileg umræða og mér finnst það mjög gott mál, að þá getum við hugsað hvernig getum við gert þetta betur. Og hluti af því auðvitað með því að gera upplýsingar aðgengilegri, þannig að þurfa ekki að leggja fyrirspurnir fram með þessum hætti. Ég meina, það getur auðvitað vel verið að það sé verið að gera þetta einhverju marki í pólitískum tilgangi. Ég meina, það er hugsanlegt. Að það sé eitthvað moment sem á að vinna með, að það sé eitthvað mál sem á að vinna með, eitthvað moment sem er hugsanlega hægt að slá sér upp á í fjölmiðlum. Það getur auðvitað verið mjög pirrandi að það líði 21 dagur eða meira þar til að svör berast og momentið kannski farið. Ég meina, það ekki má vel vera. En það sem við getum gert og erum auðvitað að vinna að auka og bæta stjórnenda upplýsingar, og því að það var talað hér að við ættum að vera lausnamiðuð í þessari umræðu. Og þarna til dæmis bara aukin vélvæðing starfa sem að gæti skapa rými og tíma fyrir aukna áherslu á að flýta svörum við fyrirspurnum. Nú það unnið þetta höndum að því að auka upplýsingagjöf á vegum borgarinnar og gott dæmi þetta eru auknar upplýsingar fjármál borgarinnar sem við höfum aðgangað á vefnum. Annað mjög mikilvægt tól sem að gæti orðið til þess að fyrirspurnum fækki verulega eru stórbættar stjórnenda upplýsingar sem að verið að innleiða með klikkhubúnaðinum. Þar geta kjörnir fulltrúar sjálfur sér gert sínar eigin skýrslur, gert sínar eigin úttektir á því hvaða á einstökum málum fengið sérsniðnar upplýsingar sem að ég efast ekki að muni fækka fyrirspurnum eitthvað. Nú við erum með
og þetta vinna sem bara komin nokkuð langt. Þannig að ég held að sko, ég tek þessu bara mjög vel, þessari umræðu, vegna þess að hún er fín og hún er þörf og það bara gott að fá þessa brýningu. Ég ætla ekki að standa hér og halda því fram að við séum að gera þetta allt með fullkomnum hætti. Hins vegar ætla ég að fullorða það að við erum að gera okkar besta í þessu og þetta mikið magn, það kemur því miður fyrir og ég beini því bara til fulltrúa minnihlutans að það væri því betur sem að þeir forma sínar fyrirspurnir og tillögur og því minna sem þarf að vera með getgátur hvað verið að biðja þeim mun auðveldara auðvitað að svara hlutunum, þær séu skýrar og markvissar, en það mun alltaf, meðan við gerum þetta bara með handafli, með bara fólk sem að vinna þessa vinnu, þá mun þetta alltaf taka töluverðan tíma. Ég held að sé fráleitt að ætla að það sé hægt að gera þetta bara hafa það sem viðmiðun að svara á 1 viku, það útilokað. Hálfu mánuður líka útilokað. 3 vikur, það mjög hæpið. 4, jú, það hægt að hafa það í einhverjum tilvikum, en þessar 8 til 9 vikur, ég held að við munum ekkert fara mikið neðan það, svona í meðaltalinu. En bind miklar vonir við að þessar bættu stjórnendaupplýsingar muni svara töluvert stórum hluta þeirra fyrirspurna sem að verið að leggja fram og eigin skýrslugerð borgarfulltrúa verði til þess að þeir hafi betri yfirsýn og í raun og veru geti sinnt þá eftirlitshlutverki sínu enn betur en þeir gera í dag. En já, ég ætla svo sem ekki að hafa fleiri orð en þetta, enda tíminn að vera búinn og hlakka bara til að heyra hér umræður þessi mál. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu þó að 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvör við ræðu borgarfulltrúans og þá fyrstur í andsvörum borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Já, frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúa Birni Blöndal fyrir að koma hérna upp með góð svör og við erum held ég sammála margt. Fyrsta lagi þetta huglægt mat, hvað telst langur og hvað telst stuttur tími og það alveg ljóst að þungin á afgreiðslu fyrirspurna í borgarráði og tillagna miklu meiri heldur en annars staðar. Það sýna bara það tölur sem við höfum verið að vinna með. Varðandi það sem ég hafi upp í ræðuminni varðandi eftirlitshlutverk í formi fyrirspurna tókið af blaðsíðu 44 í stjórnsýslu úttektinni en þá var svona kannski helsta birtingamyndin af eftirlitshlutverkin í formi fyrirspurna þó auðvitað sé hægt að framkvæma með öðrum hætti. Nú ég laka til þess að fá að einmitt að þessar stjórnendaupplýsingar liggi betur komi og verði skýrar hjá okkur. Mér langar kannski að spyrja á meðan að við erum að innleiða þessi tölvukerfi og beturbæta hvort það sé vegna þess að borgarfulltrúinn fór yfir að útskýra ítrekanna sem eiga sér stað af hálfu embættismanna sem við fyrirspurðum vitum rosalega lítið hvar málin eru stödd og ég viðraði þessi ræðuminni hugmyndu það hvort að við gætum haft einhvers konar lista í embættisakveislunum bara mál ítrekað það sé haldið utan við þar. Mér finnst það mjög sniðugt og ég held að vera ekki mikil auka vinna fyrir skrifstofuna því þeir hvort þið með þetta í að senda fyrir ítrekanir og það kannski sparar okkur kjörnum fulltrúum að vera að hringja upp á skrifstofu og spurja hvernig staðan á þessu við erum búin að ítreka þetta okkur sinnum og þetta þarna. Þannig að svona á meðan við erum ekki komið með fullkomin tölvukerfi og upplýsingar hvort að þetta var eitthvað sem að borgarfulltrúinn sæi fyrir sér sem leið. Takk fyrir.
Þá borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, það er vissulega leið, þetta er aukin vinna, það er bara svo leiðis og það að fylla inn allar ítrekanir í stað einungis að svara fyrirspurnum þær sem að brenna heitast á borgarfulltrúum er aukin vinna, en ég menna það er sjálfsagt að skoða það, en við allavega, hvernig maður að orða það pent. Við fækkum ekki störfum við það á meðan allavega. Þá er Sigurður Björn Blöndal lokið við það svara andsvari og þá kemur Guðfinna Guðmundsdóttir upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar. Ég hnaut sérstaklega athugasemd borgarfulltrúans Björn Blöndals þegar hann gaf í skyn að við í minnihlutanum ættum að forma fyrirspurnir okkar betur. Ég vil benda borgarfulltrúa Björn Blöndal á það að við höfum úrval starfsfólk sem hefur hingað til aðstoðað okkur og bent okkur á það ef að fyrirspurnir okkar eitthvað óskiljanlegar. Þannig að það er nú sjaldnast sem að þetta er nú ástæðan. Það er auðvitað þannig að sumt af því sem er óskað eftir svörum við tekur of langan tíma og ætti að geta tekið styttri tíma og annað áttum við okkur alveg á í minnihlutanum að það þarf að vinna. Það eru upplýsingar sem liggja ekki fyrir. Hins vegar er það auðvitað kappsmál að upplýsingar séu aðgengilegri heldur en þær eru og við höfum rætt það hér allt kjörtímabilið. Því upplýsingarnar sem eru á heimasíðu borgarinnar eru ekki nógu góðar og það þarf að lagfæra það. Annað sem ég held að við getum gert til þess að vera svolítið lausnamiðuð, að það held ég til dæmis ef að það væri þessi óundirbúni fyrirspurnatími í upphafi borgarstjórnarfundar sem meirihlutinn vildi ekki, að þá væri nú hægt að minnka eitthvað af þessum fyrirspurnum sem að minnihlutinn er að leggja fyrir, því að það eru oft upplýsingar sem þið í meirihlutanum búið yfir en ekki starfsfólkið, þó að það búi yfir því líka, sem væri hægt að minnka þá fyrirspurnirnar með því að hafa þennan fyrirspurnatíma hér í upphafi. Það eru auðvitað mismunandi, stundum er það auðvitað þannig að það er hægt að senda beint pósta á starfsfólkið. Það var hins vegar þannig að í byrjun kjörtímabilsins að þegar að reynt var að fá ákveðnar upplýsingar eða óska eftir ákveðnum upplýsingum á ákveðnum stöðum í kerfinu, að þá var sagt að það var ekki hægt að veita þær og þar af leiðandi lögðu þær fram sem fyrirspurn í borgarráði. Hins vegar hefur orðið breyting á mörgum stöðum núna og þessum fyrirspurnum er svarað hratt og örugglega. En ég vil bara ítreka það að starfsfólk borgarinnar er alltaf vilja gert til þess að svara okkur eins og kostur er, en ég held að við getum lagað þetta bæði með þessum fyrirspurnatímum í upphafi borgarstjórnarfundar og síðan auðvitað með betri heimasíðu. Það er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við veita andsvar sem svarar andsvari borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Jú, ég held að það má alltaf bæta heimasíður vissulega og reyndar er það nú þannig að svo heimasíða sem við erum með hjá borgin núna, hún er nú notuð orðið sem fyrirmynd á heimasíðum allt nokkura sveitarfélaga og hefur reyndar í úttektum fengið nokkuð góða einkunn og jafnframt hjá samtökum sem að taka út svona heimasíður en vissulega má það bæta. Ég hins vegar held að þessar stjórnendaupplýsingar sem ég nefndi hér áðan, sem er þetta þessi klikkhugbúnaður, hann muni hjálpa okkur mikið og þar fáum við svona fáum við viða meiri upplýsingar heldur en einungis það sem að tengist bara beinum krónum og aurum, það er að segja aðeins meiri baksögu á þessar upplýsingar. Varðandi það að ég hafi sagt að það ætti að forma, að minnihlutann ætti að forma fyrirspurnir betur, það var ná ekki meiningin hjá mér, hafi ég orðað þannig
segja það nákvæmlega þannig, heldur einungis það að brýna að það skiptir miklu máli hvernig hlutinir, eða að hlutinir séu orðaðir skýrt. Og það auðvitað þannig að í einhverjum tilvikum svolítið verið svona að þreifa í myrkri þegar að lagðar eru fram fyrirspurnir, og það eru oftar en ekki þær fyrirspurnir sem tekur mjög langan tíma að svara. Það eru þá kannski þessar 10-15 sem við erum í vandræðum með. Þannig að og afgreiðslutíminn sýnir auðvitað, í flestu tilvikum þetta bara að gerast hratt og örugglega innan eðlilegra marka, og ég endurtek það, hálfu mánuður, það algjörlega óraunhæft, sko. Við erum ekkert að vara þangað. Nú borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að svara andsvari. Nú telst andsvörum lokið. Þá borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Að fulltrúar Framsóknar og flugvallavinna hafa sett henni hér á dagskrá, og einnig ítarleg svör Björns Blöndals. Ég svona bara þannig stemd í dag að ég ekki alveg í stuði fyrir að fara og telja upp allar tillögur og jafnvel mánuði sem tók að fá svör við viðkomandi tillögum og slíkt, en mér langaði kannski frekar að nota þetta tækifæri í þessari umræðu og fara kannski aðeins á heimspekilegar nótur, eins og oft ágætt að gera, og langaði kannski að nota þetta tækifæri að í staði fyrir að við séum kannski, og þó það sé algjörlega réttilega, að takast á hvað sé nákvæmlega ásættanlegur tími til að svara fyrirspurnum eða tillögum eða slíkt, og eða hvort að 90% hlutfall sé nóg og annað, að þá kannski nota þetta tækifæri eins og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir kom hérna inn á að tillaga sem að ég kom með fyrir einhverju síðan og var einmitt svarað, ég held 1,5 ári síðar eða svo, varðandi óundirbúnar fyrirspurnir í byrjun borgarstjórnarfundar, var því marki brennd að í rauninni að efla lýðræðislegt hlutverk okkar hér. Og ég myndi einhvern veginn kannski vilja sjá að við myndum taka þessa umræðu líka á þeim forsendum. Og það óheppilegt, sama af hvaða ástæðu það skrifast, að það einhvern veginn virðist vera orðin svona óhefðbundin hefð fyrir því að það sé í lagi að leggja eitthvað til, og það eiginlega sofnar í kerfinu og nánast sko við sjálf sem leggjum þetta til erum nánast búin að gleyma þessu, og þegar maður haldi þetta mjög öflugt Excel-skipulag til þess að gleyma bara ekki hvað var lagt fram, og mér talandi það, þó ég ætla ekki að fara í hártoganir einstaka tillögur, að þá kemur strax upp í hugan allavega 2 tillögur sem 2 ár síðan var vísað inn í borgarkerfið en hefur ennþá ekkert komið neitt út. Þannig að þó að ég veist ekkert orð meirihlutans að þau vilji geta gera vel, að þá það nú samt ekki þannig að það hafi ekki liðið oft sko mánuður, jafnvel ár, þangað til einhver viðbrögð hafa borist, og þannig bara staðan. Og það auðvitað ekki gott. Og ég tala nú ekki þegar, og við erum eflaust allir sem á einhvern tíma verið í meirihluta kannski þekkja það að auðvitað það oft ágætt pólitískt tæki að vísa einhverju eitthvert og þurfi ekki að taka pólitíska afstöðu þá og þegar. Það oft sniðugt pólitískt tæki. En það ofboðslega illa farið með það hlutverk sem við erum að vera í hér. Það bara þannig. Ef að annarkvort meirihluta eða minnihluta eða hvernig svo sem það vill ekki samþykkja eitthvað eða vill samþykkja eitthvað en í rauninni þorir ekki að axla ábyrgðina á því og vísar því inn í einhverja nefnd eða tefur svarið marga mánuði, við tala ekki ár. Af hvað erum við þá að gera hér? Hverju getum við ekki staðið nógu keik á baki því sem okkur finnst og mæta okkar kjósendum og borgarbúum með það? Það væri miklu heiðarlegra. Og þess vegna tek ég undir þessa umræðu frá fulltrúum Framsóknar og flugvallavinna að það væri bara fyrir þetta lýðræðislega hlutverk sem okkur ber að sinna hér eflaust bragur að því að búa til einhvers konar ramma. Og þá mögulega alveg sanngjarnt að til dæmis minnihlutinn þurfi kannski aðeins að forgangsraða sínum fyrirspurnum eða tillögum. Ég held að það var ekkert úr vegi að gæti það mögulega verið sanngjarnt ef við viljum
það var mögulega þá minnihluta sem þurfa að forgangsraða hverju hann vildi fá skjótu svör við og svo náttúrulega þetta misviðamikið eins og gengur. En ég held að sé bara bragur að því að við tökum þetta hlutverk okkar varðandi þetta samtal við borgarbúa og fjölmiðla og fyrir hvað við stöndum fyrir hér í þessum sal aðeins fastar í tökum. Það er bæði varðandi tillögurnar, það varðandi ræðutíman hér, hvað hann býður upp á ansi bæði rúman tíma og að það rúmast ansi mörg orð í kringum það sem verið að segja. Og ég held að þetta sé þáttur í því að það aðeins lengra á milli kjörinna fulltrúa og svo kjósenda hérna í borginni heldur en þyrfti. Og ég held að það sé synd. Því að ég held að við erum að taka mjög merkilegar ákvarðanir hér varðandi nærumhverfi borgarbúa og mér finnst svona bæði oft kannski nálgun hjá okkur sjálfum og leitar skjóls í regluverkinu bjóða upp á að við getum falið okkur svolítið á bakvið það í staðinn fyrir að vera aðeins hreinni og beinni og skýrari gagnvart þeim aðilum sem okkur ber að vera skýr gagnvart. Þannig að ég vildi bara með þessu umræðinni þakka fyrir þessu umræðu og koma með svona þennan punktum að við megum ekki gleyma hver tilgangur okkur hér þegar allt kemur til alls. Takk. Og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég þakka Framsókn og flugvallavinnu fyrir að setja þetta mál á dagskrá því að þarna svo sannarlega þörf á úrbótum og ég sakna þess að skuli ekki eiga sér stað stöðugt samtal hvernig þessum málum eiga að vera fyrir komið. Það það í mörgum stærri fyrirtækjum sem sýsla með miklar upplýsingar, stöðugt samtal það hvort að hvernig á hvaða formi upplýsingar geymdar, hvernig þær settar fram, hvernig unnið með þar, hvernig hægt að nálgast þar og svo framvegis. Og ég hef nú svo sem engar rannsóknir í höndunum en mín tilfinningin svo að það hafi heldur lengst sá tími sem kjörnir fulltrúar þurfa að bíða eftir að fá svör við fyrirspurnum. Það hefur alltaf verið kvartað yfir því að fyrirspurnir séu lengi að berast en ég held að svona í mínu minninu þannig að menn hafi yfirleitt bara kvartað yfir hérna áður eða þeir voru ekki búin að fyrirspurn mánuði. Nú þykir það bara kannski eðlilegur tíma að menn þurfa að bíða eftir einföldum atriðum að fá svör við. Og maður getur ekki auðvitað þreytt hérna menn með dæmisögum en dæmisögurnar eru orðnar býsna margar síðustu ár frá þessu kjörtímabili og síðasta kjörtímabili þar sem óskað er eftir bara tiltölulega einföldum upplýsingum og maður þarf að bíða lengi eftir þeim. Og það auðvitað algjörlega óviðunandi, hægt að nefna ýmis dæmi þar Ég vissum að það er hægt að laga þetta. Það hafa verið keypt í mörg upplýsingakerfi til borgarinnar á síðustu árum, bókhaldskerfi og svo framvegis og það hefur alltaf verið notað til réttlætingar á þessum dýru hugbúnaðarkaupum að þar með sér verið auðveldar að ná í upplýsingar og þá geti þessi tími styst. En mér finnst frekar eftir því sem meira fé varið til kaupa á hugbúnaði og upplýsingakerfum að þá lengist tími sem kjörnir fulltrúar þurfa að bíða eftir upplýsingum og það er óviðunandi. Þegar ég byrjaði hérna þá var þetta yfirleitt þannig að fyrirspurnum var frestað, ef að menn lögðu fram, það er meira að tala tillögur, en ef menn lögðu fram fyrirspurnir eða tillögur, þá var viðkomandi tillögu yfir frestað til næsta fundar og bara tekin fyrir á næsta fundi þar á eftir, það voru ákveðið hvort þetta vísin eitthvert og það er ennþá svo vinnuregla í sumum ráðum þar sem þetta kerfi gengur mjög vel og fyrirspurnir voru þannig, maður kannski búist við að fá svör á næsta fundi en það kom þó alveg fyrir. En mjög algengt að maður verið að fá kannski svörin 2-3 vikum síðar ef þau voru ekki þeim flóknari. Stundum ef menn voru með mjög flóknar spurningar þá var bara að tala um það að þeir fengu þau svör strax sem lágu fyrir svo kannski þurftur að bíða eitthvað meira eftir hinu. Þarna held ég að séu mikil tækifæri fyrir sérstaklega þessi stýra borgarráði að bæta sig.
ég held að tillögurnar, ég held að það er fyrirspurnir sem komið núna, ég held að séu sjálfur sér ekkert færri en tíðkast þegar Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta og menn lögðu sig þá nokkuð vel fram að svara svona fljótt og vel ef hægt væri. Því miður finnst mér stundum hugarfarið vera annað núna varðandi þessi mál og maður getur líka bara minnst á tillögur. Ég hef ekki verið hrifinn af því til dæmis þegar maður leggur fram tillögu að tillagan farist tillögunni kannski fresta á fundi borgarráðs og þá er hún strax komin í embættismannakerfið. Embættismaður tekur viðkomandi tillögu og vísar henni eitthvað bara hingað og þangað á borgarkerfið, maður veit ekki hvert og veit ekkert hvenær hún kemur aftur til afgreiðslu. Þegar tillaga er lögð fram í borgarráði þá ætlast til sem fái viðeigandi meðferð í borgarráði en sé ekki bara vísa til annarra nefndar þar sem hún kannski eða sviðs sem maður veit ekki hvaða meðferð fær. En það væri kannski vonandi batnar þetta eitthvað með eins og formaður borgarráðs segir með stórbættum stjórnandi upplýsingum. Þó hef ég ekki ákveðna efasemdir það bara þegar maður hugsar öll þau hugbúnaðarkaup sem hefur verið gerð í gegnum tíðina og átt að leiða til skjótari úrlausnar slíkra fyrirspurna. En það væri kannski gott og bara geti gert það tillögu minni, það væri kannski ágætt að við myndum fá í þessi sitji í nefndum og ráðum, þar alveg borgarráði. Þeir fái bara mánaðarlega yfirlit yfir þær fyrirspurnir sem standa út af. Við vitum að þetta er allt geymt í ákveðinni möppu og við formaður borgarráðs heldur og það verður auðvitað ekkert það væri bara til bóta að fá reglulega yfirlit það bara einu sinni í mánuði hvaða fyrirspurnum en þá kannski hvaða fyrirspurnum hefur verið svarað í því mánuði og hvaða fyrirspurnum þá ósvarað. Þá var svona auðveldara að fylgjast með því að satt að segja ég hef mér sér lent í því að koma með fyrirspurn og svo bara gerst ég upp við að rekka á eftir henni, svo kannski kemur hún árið síðar og þá er eiginlega búin að gleyma málinu. Þetta hvetur líka til þess þegar svona líður svona langur tími að maður fer að leita inn í kerfið eftir upplýsingunum og allt í lagi kannski að gera það en í vissum tilvikum þá legg ég ekki fram fyrirspurn því ég veit að ég er miklu fljótari að fá slíka bara upplýsingar innan kerfinu sjálfur. Jafnvel upplýsingar sem væri æskilegt að væri ekki veittar með þeim hætti heldur bara lagðar fram í formlegu minnisblaði. Og eitt sem ég minnst á áður og ítreka það er mjög erfitt fyrir okkur borgarfulltrúa finnst mér að fylgjast með kerfinu, fylgjast með ferli upplýsinga. Við höfum ekki aðgang að skjalakerfi borgarinnar. Það væri sennilega kannski getað bætt eitthvað á skák með því að veita okkur þann aðgang, kenna okkur á það. Það þyrfti ekki að vera neitt slæmt við það. Ég meina, ef einhverjar upplýsingar, það væri hægt að skrá auðvitað með nýrri tækni hver er að leita hvað upplýsingum hvenær. Þannig ef einhverjar upplýsingar færu þannig með óeðlilegum hætti úr borgarkerfinu, þá var hægt að sjá hver hefði flett þeim upp. Það er mjög þekkt í leitarkerfum hjá hinu opinbera. En það er mjög erfitt að sjá og vegna þess að bara svo leitarkerfi, það hjálpatæki sem hann notar mest í þessu skyni eru þetta fundargerða leitarvél borgarinnar og að mínu mati er hún stórkölluð. Ég hef hvað eftir annað lent í því að leita að tillögum sem ég veit að eru fyrir hendi og eru með réttu leitarorðin, en leitarvélin finnur samt ekki viðkomandi tillögu eða fyrirspurn eða fundargerð. Og þetta er eitthvað sem ég held að veri líka hægt að laga bara með því að kaupa leitarvél sem virkar. Og ef við borgarfulltrúar sem eru vanir og vinnum við þessi tæki á hverjum degi, ef við eigum erfitt með að vinna með þetta, þá veltir maður fyrir sig hvernig þá með bara blaðamenn og almenning sem þarf ekki síður að greiða leiða kerfinu heldur en við. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Þetta var ágætis innlegg. Gullaldartíminn sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að lýsa hér þegar meirihluti Sjálfstæðisflokks og einhverja, ég man ekki hvernig þetta var hér, væntanlega sá hinn síðasti sem einhvern tímann nokkru sinnum á milli áranna 2006 og 2010
eða annars slagið á þeim árum. Hann sagði að þá hefði fyrirspurnum í einhverjum tilvikum verið svarað strax á næsta fundi. Hann þá væntanlega, því mér vitanlega satt hann og hann var ekki vísð til borgarráðs, þar sem ég held að borgarfulltrúinn hafi ekki setið í borgarráði þá. Hann var vísð til fagráðanna sem hann satt þá í, væntanlega skóla- og frístundaráð og íþrótta- og tómstundaráð og hugsanlega menningar- og ferðamálaráð. Þá hafði þetta tekið, að í einstaka tilvikum hafi svör borist á næsta fundi, það var þó afskaplega óalgengt. Það hafi gjarnan verið á 2 eða 3 fundum eftir að fyrirspurnum var lagðar fram. Og ef að mínir útreikningar eru réttir, þá er þetta 30 dagar yfirleitt. En það akkurat meðaltími afgreiðslu á tillögum í fagráðum í dag. Og svona flestum, en þó fara nokkur neðar og meðaltímin í dag 22 dagar. Þannig að við erum nú heldur betur í góðum málum miðað við þann gullaldartíma sem borgarfulltrúinn lýsti hér. Það borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, í ræðu minni var ég aðalega að tala borgarráðið, kom þó inn á fagráðin og taldi þá upp þetta verklag sem hefði verið í fagráðunum og tók síðan fram að þetta sama verklag væri enn í mörgum fagráðum, til dæmis í skóla- og frístundaráði, þar sem þetta er í góðu lagi. Maður getur treyst því yfirleitt treyst því að maður kemur fyrirspurn að henni svara fljótt og vel. Maður getur alltaf treyst því að maður leggur fram tillögu og henni frestað að hún kemur til umræðu sama ráðs á næsta fundi og þar sett í eitthvað farveg, eða ef það er ekki bara á fundinu sem hún er lögð fram á. Þannig að ég er nokkuð sáttur við afgreiðslu mála í þeim fagráðum sem ég sit, en ekki alveg jafn sáttur við borgarráðið sem er undir verkstjórn Sigurðar Björns Blöndals borgarfulltrúa og forseta borgarráðs. Og þar sagði ég, þar eru sko virkileg tækifæri til bætingar. Þegar ég hef setið nokkuð lengi í borgarráði og satt meðal annars þar á kjördæmisbilinu 2006-10 sem ég vitna til, þegar Sjálfstæðisflokkurinn var óttasti meirihluta og þá fullir ég bara að þetta gekk miklu betur. Menn lögðu sig bara fram að afgreiða fljótt og vel fyrirspurnir, sama frá hvernig þessar fyrirspurnir komu. Ég held að þá minnihluti sem sá var, sem stóð sig bara mjög vel í aðhaldi á okkur, að hann lagði örugglega, ég efast hann hafi lagt fram nokkuð færri fyrirspurnir en við gerum núna. En til að það hafi verið betur brugðist við þeim og þeim svara miklu fyrr heldur en í rauninni núna. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið að svara andsvari, þá veitir andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, ég ætla bara að fullyrða að þetta sé jafngott ef ekki betra núna en það var á þessum árum. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá telst andsvörum lokið og þá síðust á mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér að ræða fyrirspurnir og tíma sem að tekur að svara þeim og ég held að hafa verið í bæði minnihluta og meirihluta að þá þetta auðvitað dálítið eilíft viðfangsefni og auðvitað veldur það á þeim fyrirspurnum sem við leggjum fram hversu miklar upplýsingar við erum að biðja og þar fram til götunum hversu langan tíma það tekur að safna þeim. Ég man alveg eftir því að hafa beðið fram á næsta kjörtímabili með að fá svar við fyrirspurn sem ég lagði á síðasta kjörtímabili. Þannig að ég hef upplifað það að vera óþreyjufull. Og það er alveg eðlilegt. En hérna var í ræðu borgarfulltrúa Sveinbergar Birnu Sveinbjörnsdóttur komið inn á hlutverk forsætisnefndar í því tilliti og mér finnst eðlilegt að bregðast við því vegna þess að við erum fjölskipastjórnvald og ég vil hafa það þannig. Við erum hér til þess að vinna fyrir borgarbúa að almannahagsmunum og ef við þurfum einhverja upplýsingar til þess að gera það þá á að afgreiða þær fljótt og skilvirkt og þetta viljum við öll og ég held að kerfið í heild sinni standi sig mjög vel. Hérna er verið að afla mikilla gagna og ítarlegra sem að við byggjum stefnumörkun okkar á og starfsmenn eiga hrós skilið fyrir það en þeir eru líka að drukkna í
kannski fyrirspurnum sem að hefðu mátt missa sín, sem að borgarfulltrúar gætu jafnvel aflað sér sjálfir, svo það sé líka sagt. Og ég veit alveg að það stigsmunur á því hvernig við einhvern veginn sitjum að gögnunum, minnihlutinn og meirihlutinn. Það eðlisólíkt og ég held að við getum líka unnið að því að bæta upplýsingaflæðið milli minnihluta og meirihluta. Við sitjum auðvitað öll að sömu upplýsingunum og það eiga að vera aðgengilega, bara rétt eins og upplýsingalögin kveða á borgarana eiga líka geta nálgast þessar upplýsingar. Sú skýrsla sem hér var nefnd, sem var skýrsla úttektarnefndar Reykjavíkurborgar, þá eru nefnilega ýmsar ábendingar, mjög gagnlegar ábendingar hvað betur má fara í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar og hún var þetta gerð á síðasta kjörtímabili og þar var áberandi aðfinnslunar við kjörna fulltrúum að þeir sinni ekki hlutverki sínu sem skyldi. Það birtist meðal annars í því að þeir þekki ekki þær reglur sem að þeir eigast að starfa eftir, meðal annars stjórnsýslulög, hvernig hreyfir maður sig innan þeirra laga og reglugerðar sem að hafa verið ákveðnar. Við þurfum að fara eftir þessu. Þetta eru fagleg vinnubrögð og þetta þurfum við öll að þekkja. Og það hefur borið að því að þessu ábótavant, þrátt fyrir það að í upphafi kjörtímabils eru alltaf haldin námskeið og ég held kannski að við í forsætisnefnd mættum fara dálítið í saumana á þessu. Þetta kannski bara pínulítið eins og fyrsta hjálp. Við þurfum alltaf hvert einasta ár að fara yfir þau atriði fyrstu hjálpar til þess að geta veitt hana. Kannski þetta svolítið þannig, ég veit ekki. En úttektarnefndin hún bendir líka á að á síðasta kjörtímabili að stjórnkerfinu hafi dálítið verið kippt úr sambandi án þess að reglum hafi verið breytt og borgarstjóri sinnti ekki hlutverki sínu sem yfirmaður stjórnsýslunnar og formenn fagráða hafa svolítið tekið yfir og við þurfum alltaf að fara eftir gagnrýni og gera betur og við erum öll og ég held að við sem getum verið sammála það þverpólitískt að við erum til þess að gera betur og ég held að þetta með fyrirspurnunar og verklagið í kringum það góðara ekki alltaf verst. Við erum alltaf að bæta verklagið en við þurfum líka að hafa gagnsæi í okkar vinnubrögðum, ábyrgðin þarf að vera skýr og við þurfum að vanda okkur. Varðandi það að pólitískir fulltrúar skorti þekkingu á viðfangsefnunum og að víða í pottu brotin eða samkvæmt þessari stjórnsýslu úttekt að varðandi til dæmis eins og reglum innkaup og úthlutun fjármuna að þá held ég að það sé í rauninni merki það hversu þunglamalegt kerfið í raun og veru. Og ég held að það sé ágætt viðfangsefni okkar í forsætisnefnd að taka þetta upp og rýna og hafa alla borgarstjórn með í því vegna þess að markmið okkar, þrátt fyrir að vera í ólíkum flokkum, standa á ólíkt í pólitík, að þá eru þau alltaf hin sömu. Ég held að við skulum taka þessa umræðu síðan áfram í forsætisnefnd, ræða samþykktir og verklag varðandi þetta. Mér langaði bara að koma þessu aðeins að. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu. Þá ekki fleiri hvart sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum göngum til 3. dagskrárliðar. Tökum fyrir kosningu skóla- og frístundaráð. Þá lagt til að Ragnar Hansson taki sæti sem varamaður í skóla- og frístundaráð í stað Nicole Leigh Mosley. Þeir sem að samþykkja það gefi merki. Bíðið nú við, okkur vantar eitthvað fólk hér inn. Forseti biður borgarfulltrúa að taka þátt í kosningu. Við erum að leggja til að Ragnar Hansson taki sæti sem varamaður í skóla- og frístundaráði í stað Nicole Leigh Mosley. Þeir sem að samþykkja það gefi